Þá er það verkefni 4. Ég ætla að rúlla hérna fram hjá verkefni 1 og 3 vegna þess að við fórum ekkert í textan þar. Það er ástæði fyrir því. Textin er svona frekar einfaldur fyrir ykkur og það eru smávægilega villur í honum líka. Hér segir til dæmis að ég nota tvívirkan strokk en við notum einfaldan og það ánota einfaldan. Og þetta er nú allt svona frekar einfalt. Hér er teikning af einvirkum strokk. Loftið fyrir hér inn og þrýstir teknum út. Og það er gormur til ýta honum tilbaka. Svona eins og á tákninu. Hér er útskýring á hvernig aflið í strokknum er teiknað út og við förum aðeins nánar í það síðar. Sérstaklega. 3-2 logi. Og verkefni 2 sem að við erum búin með og er aftur óskaplega einfalt. Þessum tekkurinn áttu bara að vera hérna áttina. Alltaf úti. Það er kannski rétt að nefna það. Þetta skiptir oft máli sko. Hvað gerist sko þegar ef að rafmagnið fer af? Eða ef loftþrýstingurinn fer af, hvað gerist þá í kerfinu? Tæmist allt niður úr sílóinu eða lokast fyrir sílóið? Auðvitað viljum við að lokist bara fyrir. Við erum að yfirleitt að byrja á að hugsa stýringarnar okkar eitthvað staðar þarna. Hvað gerist ef rafmagnið fer af? Hvað gerist ef þrýstingurinn fellur úr kerfinu? Hvað gerist ef eitthvað dettur í sundur? Gerist í kerfið bilar. Verkefni með 3 sem að þið kláruðu og þá voru komnir hérna þessir 2 tekkar hérna. Hér er lýsing á því. Þá fórum við alveg að detta inn á verkefni 4. Það er sem þetta að sorta pakka eða stoppa pakka eiginlega. Ég geti nú haft svona eitthvað staðar í dollinu með eitthvað. Pakka þetta hvað ég færi með þig og ákveði ég ætla að skoða þannan. Stoppa hann. Og þið byrjið bara alltaf á því að skoða þetta presentation of the problem. Og reyna að lesa þetta hérna. En þó kannski sérstaklega að skoða myndina vel. Hér er greinlega tekkurinn og hér er eitthvað sem að fer svona fyrir. Stoppar pakka sem er á leiðinni. Og svo og lesa hérna parameters og double acting cylinder will be used. Af því að það þarf bæði til að ýta honum áfram og tilbaka. Og Project Assignment, lesa það líka. Hérna okkur einlega nota 5-2 loka. Og það er rétt að taka það fram að tvívirkum strokk er alltaf stýrt með 5-2 loka. Og svo er þetta að lesa þetta hér. Hérna talaði að nota minni þrýsting er að vera að prófa. En við höfum ekki verið að fikta mikið í þrýstíjafnarinn hjá okkur. Það var sannlega löngu vonundur. Hér er tvívirkustrókkur sem búið að saga í tvennt. Og loft fer hér inn til þess að ýta honum út. Og loft fer hér inn til að ýta honum tilbaka.
og þið áttu ykkur náttúrulega því að það er alltaf ekki að anda frá sér, sem er einu ástæðan fyrir 2 lokan. Hér kemur aftur útreikningur á afli í strokk. Þetta er verið að reikna út sem sagt fyrir tvívirkan strokk. Ég útskýri þetta í sérstöku verkefni. Hér er svona þverskóra mynd af 5 loka. Þessi greinlega er það íta hérna á endan á honum. Það er gormur sem ítir hann tilbaka. Hér er verið að sýna að loftið kemst inn hérna. Loftið fer alltaf inn nummer 1, út nummer 2 núna. Og hann getur þá anda frá sér, er það ekki? Hér og hér. Ef ég íti hérna á endan í þessa átt hérna, þá gengur þetta til hérna, þetta stykki hérna, lokar hér fyrir og loftið kemst hér út. Og þá getur hann anda frá sér hér. Það veist að sjá ekki svona hreyfimynd af þessu. Kannski finnum við annað eitthvað staðar. En við skulum bara teikna þetta verkefni stakast, þetta er mjög einfalt. Hér er búið að setja upp fyrir ykkur byrjunin á þessu og þið bara klára þetta. Sjáu, tvívirkustrókur, 5-2 og loft. Tvívirkustrókur. Þetta er sem sagt handvirkur 5-2 loki og þrýstir loftinu á þetta. Og eins og vanalega þá setjum við náttúrulega inn á þetta verkefni og efnislista og virknilýsingu. Og hér er efnislistinn og virknilýsingin tilbúin. Ég sá að ég kópíraði bara textan úr 1 og lagaði hann til og það passaði hér. Þið klárið hérna sjálf síðasta hlutan. Og svo viljum við náttúrulega aðeins á að sjá hvernig þetta virkar. Setjum hérna play. Þið sjá að það er svona hak hérna, þannig að hann festast inni. Núna fyrir loftið hér, þrýstir teknum út, andar frá sér hérna. Íta aftur hérna, andar lýsingunni hér, andar hér út. Þetta er eins og þetta á að vera. Nú og auðvitað má ekki glemma að merkja hvað hlutirnir heita. Þessi S1 og þessi 1A1.